Maríanne Jensdóttir Fjeld heiti ég og verkefnastjóri hjá Umhverfis- og orkustofnun og að vinna í stjórn vatnamála málaflokknum ásamt fleirum inni. Nú, ég ætlaði svona að stikla á þessum þáttum helst og fjalla aðeins mat á ástandi vatnslóta og síðan segja ykkur aðeins frá upplýsingakerfi stjórnar vatnamála og aðeins fjalla þátttökurétt almennings og síðan samræmingu skipulagsáætlana og leyfisveitinga við lög stjórn vatnamála. Svo náttúrulega kemur að máli málanna sem áhrifamatið og fara aðeins í gegnum þetta ferli við gerð áhrifamats fyrir starfsemi og framkvæmdir. Síðan sendu þið mjög margar góðar spurningar inn í forms skjalið og ég fór ég að reyna að svara sem flest á því. Þess vegna langaði mig líka eða tímanum bara svolítið að fara yfir það því að þær voru mjög góðar og mjög gagnlegar, sérstaklega líka bara frá okkur og vonandi líka aðra í salnum. Nú aðeins tengsl áhrifamats og mat á umhverfisáhrifum og síðan halda áfram með spurningarnar svona eftir því sem að málinu vindur fram, þannig að þetta verður svona aðeins kannski öðruvísi kynning. Nú mat á ástandi vatnslóta, þá eru yfirborðsvatnslót, eins og þið náttúrulega viti flestu inni, þau eru flokkuð eftir vistfræðilegu og efnafræðilegu ástandi. Grunnvatnslótin þau eru flokkuð eftir efnafræðilegu ástandi og síðan magnstöðu og svo þessar myndir sem að þið hafið örugglega oft séð og það þetta með vistfræðilega ástandi yfirborðsvatnslóta. Við erum þarna með 5 flokka kerfi og markmiðið að vera þarna fyrir ofan þessa svörtu línu. Og síðan eiga vatnslótin að ná því umhverfismarkmiði sem hefur verið sett fyrir það, þannig að vatnslót sem hefur verið sett í mjög gott ástand á að haldast þar. Nú grunnvatnið, að þar erum við með 2 flokka fyrir efnafræðilegt ástand og 2 flokka líka fyrir efnafræðilegt ástand í yfirborðsvatnslóta og það annarkvort í þá góðu eða slæmu ástandi. Hann fer betur í það en Andreas í kynninguna eftir. Svo það magnsstaðan að hún ýmist góð eða slökk. Og það þessi virka krafa að vera alltaf fyrir ofan þessa línu. Nú upplýsingakerfi stjórnar vatnamála, mér fannst þessi vettvangur svolítið góður til að aðeins að skerpa á þessu, en það þannig að við þurfum gögn til að ástandsmeta vatnslót og það alveg grunnurinn að því að kerfið verið virki eins og það á að gera. Við getum fengið gögn úr ýmsum áttum, það eru gögn úr rannsóknum og vöktunarverkefnum til dæmis og auðvitað eru náttúrulega mörg starfsleyfi sem að eiga að gera einhvers konar vöktun og þessi gögn þurfa að skila sér til okkar en þetta eins og Lilja nefndi áðan, þetta svona langhlaup og tekur tíma að fá gögn líka gegnum leyfi. Nú, svo eru gögn sem eru gerð eða safna vegna áhrifamats fyrir framkvæmd eða starfsemi, þau eiga fullt erindi líka til okkar. Nú, öll þessi gögn þau þurfa að skila sér inn í skilagott stjórnar vatnamála og þau þurfa að vera á réttu formi og það hefur verið gefnar leiðbeiningar út varðandi það. Skilagottin hjá Umhverfis- og orkustofnun og hefur verið hönnuð til þess að taka við ýmsum fjölbreyttum gögnum. Hún ekki alveg tilbúin en það eru svona flestir þættir komnir fyrir hana. Þannig að það hægt að skila inn til dæmis líffræðilegum og eðlisefnafræðilegum upplýsingum fyrir yfirborðsvatnslót. Nú, síðan erum við með þetta sem heitir vatnagátt og eins konar viðmót fyrir fagaðila til að setja inn allskyns upplýsingar vatnslótin. Þetta getur til dæmis verið ýmiss konar skjöl eða upplýsingar álag, svo eitthvað sé tekið dæmi. Nú, vatnavefsjá, að það síðan þessi upplýsingasíða sem fyrir alla sem að þið hafið öll séð og þekkið og þarna eru upplýsingar vatnslótin okkar og umhverfismarkmið, ástand og ýmislegt fleira gagnlegt þar inn að finna. Nú, það síðan þannig að skilagáttin, hún sendir gögn inn í vatnavefsjána og vatnagáttin sendir líka upplýsingar inn í vatnavefsjána. Þannig í raun og veru kemur þetta kerfi saman og varpar upplýsingum út til almennings.
Og það þannig sem segja að kerfi virkar ekki nema með upplýsingum og gögnum. Þannig að það mjög mikilvægt að fá gögn til að geta flokkað vatnslot og fá upplýsingar álag og þess háttar. Aðeins þátttökurétt almennings, okkur finnst svona mikilvægt að koma því svolítið betur til skila, að þá það þannig að aðkoma almennings í ákvörðunum tengdum vatni grunnþáttur í vatnatilskipun. Og almenningur hann á rétt á því að vatnavistkerfi séu vernduð, vatn eigi að vera nýtt með sjálfbærum hætti og að því sé tryggt ómengað hreint vatn. Drög að vatnaáætlunin síðan auglýst opinberlega í hálft ár og þar getur almenningur komið að sínum athugasemdum við áætlunina. Og jafnframt á almenningur rétt á því að koma að ákvörðunum leyfisveitingar þar sem áhrif verða á vatn. Og því auðvitað mikilvægt að áhrifamat sé sýnilegt og skiljanlegt. Og síðan þetta að það auðvitað mikilvægt að leyfi sé auglýst og þau séu aðgengileg þannig að það sé hægt að sjá hvað verið að fara að gera með ýmsum framkvæmdum og starfsemi. Við gáfum út þessar leiðbeiningar í fyrra hvernig að samræma skipulagsáætlanir við leyfisveitingar lög um stjórn vatnamála. Það hefði verið ákveðið svona ákall eftir þessu og því það þannig að leyfisveitingar og stefnu stjórnvalda opinberar áætlanir eiga verið í samræmi við lögin og stefnu mörkun vatnaáætlunar og þá spurning hvernig það gert. Það þarf að gera grein fyrir starfsemi í deili og aðalskipulagi sem getur haft áhrif á vatn og þannig þetta mjög mikilvægt þegar að sveitarfélögin að skipuleggja svæðin sín að þau horfi til samlegðar áhrifa verið að setja mikið að samskonar starfsemi á einn og sama staðinn eða eru þarna ákvarðanir sem að fela í sér heimild til breytinga vatnslots og þau átti sér svolítið á því hvað það sem þau eru að skipuleggja. Og þau þurfa að vera meðvituð það, þess að ég segi hvað sett í skipulagsáætlanir samlegðar áhrif og síðan hvort að það séu þarna tilfelli þar sem umhverfismarkmið vatnslots næst hugsanlega ekki. Leiðbeiningarnar eru vatn.is og þar höfum við allar svona skýrslur og öll gögn sem verða til í gegnum árin. Svo það þetta skjal, ástæðan fyrir því að við erum hér á þessum fundi, það þetta með áhrifamatið og þessar leiðbeiningar eða fyrsta útgáfa af þeim var gefin út í desember 2024 og mér finnst alveg ljóst að það þarf að örugglega uppfæra þessar leiðbeiningar núna því það bara mikið sem gerist í þessum málaflokki mjög hratt. Og þetta bara kerfi eins og Lilja var að segja, þetta langhlaup þannig að það alltaf að bæta við. Það skylda núna að gera áhrifamat fyrir framkvæmdir eða starfsemi sem hefur áhrif á vatnslot og það þarf að svara þessari spurningu hvort að framkvæmdir eða starfsemi muni hafa áhrif á umhverfismarkmiðin sem að Lilja nefndi áðan. Það má, eins og kom fram, ekki gefa út leyfi fyrir framkvæmdastarfsemi ef umhverfismarkmið næst ekki eða hnignun fyrirséð. Og það í raun og veru virk krafa að breyta eða bæta ef að áhrifin af framkvæmdastarfsemi geti valdið því að gæði vatns hnigni eða umhverfismarkmið vatnslots sé stefnt í hættu. Oft hægt að gera eitthvað öðruvísi, það hægt að gera betri hreinsun, það hægt að skipuleggja framkvæmdina með öðrum hætti og þá verður þetta ekki eitthvað sem stoppar. En það ekki alltaf hægt, þannig í einhver tilfellum hægt að veita undanþágu frá því að ná umhverfismarkmiði og það þarf þó að uppfylla tilteknar kröfur í samræmi við lögin. Við erum ekki mikið fyrir að vera að finna endilega upp hjólið. Við erum að byggja þetta á leiðbeiningaskjali nr. 36 við vatnatilskipun. Þetta svona næstum því orðin hálfgerð bíblia hjá okkur. Það mjög mikið sem kemur fram í þessu skjali sem mjög relevant fyrir okkur. Þetta ferli við áhrifamat, það verður líka að fara betur í þetta eftir háti, en ég ætlaði bara svona að fara yfir svona stóru myndin með þetta, að þá það þessi áætluð starfsemi eða framkvæmd
og hún þarf að fara í gegnum ákveðin skref sem að þið hafið flestu væntanlega séð. Það þetta fyrsta skref sem skimun og það þarf að svara þeirri spurningu hvort að framkvæmd eða starfsemi hafi bein eða óbein áhrif á þau vatnslot sem ræðir. Nú ef að svarið nei, þá hægt að halda áfram og bara gefa út leyfi og það tekið til skjölunar þá niðurstöðu þessar niðurstöður. Nú ef að svarið já, það eru þarna vatnslot sem að verða fyrir áhrifum og þá farið í skref 2 og það þarf að gera greiningu því hvaða upplýsingar og gögnum áhrifaþætti þarf að skoða eða safna til að meta áhrifalíffræðilega, efna- og eðlisefnafræðilega og vatnsformfræðilega gæðaþætti. Síðan tekur við skref 3, það þó að meta þessi áhrif og svara þeirri spurningu hvort að starfsemin eða framkvæmdin geti leitt til þess að ástand hnigni eða að vatnslot ná ekki þeim umhverfismarkmiðum sem hafa verið sett fyrir það. Aftur, ef að svarið nei, þá hægt að halda áfram og gefa út leyfið. Ef að svarið aftur á móti já, þá svona vandast aðeins málið og þá þessi spurning hvort að það sé hægt að endurhanna framkvæmdina eða breyta þessari fyrirhuguðu starfsemi á þann hátt að ástand vatnslota hnigni ekki. Og eins og ég sagði áðan, þetta geta verið kannski betri hreinsun eða einhverja betri mótvægisaðgerðir sem hægt að beita. Einhver tilfellum að þá það bara ekki hægt og það bara fyrir séð að umhverfismarkmið næst ekki þrátt fyrir það og þá í raun og veru skref 4 að þá hægt að fara í að athuga hvort að hægt sé að sækja heimild til breytinga vatnslots samkvæmt 18. grein. En í raun og veru má segja að áhrifamatið í eðli sínu eru fyrstu 3 skrefin. Skref 4 í raun og veru ekki beinlínis áhrifamat, það í raun og veru það sem kemur þá í framhaldinu við ákveðnar tilteknar kríteríur eru uppfylltar. Nú, þið sendið okkur margar spurningar eitt og annað og mér langaði bara svona þess að fara í gegnum þetta því ég held að það varpi líka bara ljósi á margt og eins og svo margt í þessu að þá stjórnsýslan ekki búin að ná í skottið á sjálfu sér svolítið en við gerum okkar besta að svara þessu og svörunin geta alveg verið ýmist skýr eða svona pínu kannski já, ekkert endilega alltaf skýr en við gerum okkar besta. Nú það kom til dæmis þessi spurning að það þarf að gera áhrifamat jafnt fyrir litlar eða stórar framkvæmdir og svarið við því í raun og veru bara já. Ef að áhrif af vatni til staðar þá ekki gerður greinarmunur á stærð framkvæmda heldur hvort að framkvæmdin líkleg til að hafa áhrif á umhverfismarkmið vatnslots. Þannig að þarna engin stærðaflokkun eða neitt slíkt heldur snýst þetta í raun og veru alltaf umhverfismarkmiðin. Hversu snemma í ferlinu þarf að hefja gerð áhrifamats? Nú það bara almennt að ég myndi alltaf mæla með því að hefja það ferli mjög snemma, sérstaklega þegar að fyrirséð að það eru mikil áhrif og hugsanleg gagnaöflun í tengslum við það. Nú það fyrirhuguð breyting á þessari 19. grein laga umhverfismat framkvæmda og áætlana og þar kemur þá fram að áhrifamat þarf að fylgja með þeirra tilkynninga gerð framkvæmd í B-flokki, þar sem áhrif á vatni eru til staðar. Þetta þetta einföldunar frumvarp. Nú, ef framkvæmd hefur áhrif á mörg vatnslot, til dæmis væri dæmi mörg ræsund veg til að tryggja rennsli undir veginn, þarf að gera áhrifamat fyrir öll vatnslotin eða má gera eitt sameiginlegt áhrifamat. Og það alltaf best að gera eitt áhrifamat, ekki mörg fyrir eina framkvæmd, ef veglagningin ein framkvæmd, að þá gefur það besta yfirsýn og yfirlit yfir heildaráhrif ef þetta allt saman tekið saman í eitt pakka. Nú, hvernig á að tækla vatnslot þar sem margir aðilar hafa áhrif á sama vatnslotið? Þetta eina af þessum spurningum sem svolítið erfitt að svara, en samkvæmt þessu leiðbeiningaskjali 36 þá þarf að meta þessi samlegar áhrif eða cumulative effect sem í tengslum við þá starfsemi eða framkvæmd. En eðli málsins samkvæmt, þetta getur verið flókið og þarf í raun og veru í flestum tilfellum að meta þá ad hoc þessi samlegðar áhrif. Og það auðvitað auðveldara ef að starfsemin sem á að skoða samlegar áhrif fyrir öll eins konar, samskonar eða eins. Þetta flækist kannski þegar margir aðilar eru með margs konar ólíka starfsemi.
Hvernig er málum háttað þar sem aðilar eru ekki leyfisskyldir, heldur að hafa áhrif á vatnslotið, til dæmis bændur sem dreifa áburði á tún. Þetta er líka svona svolítið erfið spurning, en í raun og veru þá þarf að meta það allt álag sem er til staðar, hvort sem það er leyfisskylt eða ekki. Til dæmis ef ætti að setja stórt þauðeldisbú á svæði þar sem vitað er álag frá landbúnaði mikið, að þá er fyrir sig að það álag muni vera til viðbótur við það álag sem er þegar til staðar. Þannig að það þarf alltaf að hugsa það sem er að gerast nú þegar í vatnslotunum. Er nauðsynlegt að ráðast í ítarlegar rannsóknir þegar vatnslotur óraskað og alveg náttúrulegt? Nei, ef vatnslotið er óraskað og ekkert álag til staðar, þá gildir það ástandsmat sem hefur verið gert og ekki þörf að fara í ítarlegar rannsóknir. En byggir auðvitað því að það sé að þekkt hvað er að gerast í þessu tiltekna vatnslotu sem ræðir. Aðeins almennt bara ástandsflokkun og spurningar þar. Og þá er þessi spurning hvernig á að staðfesta ástand og hver ber ábyrgð á því. Ástand er staðfest með formlegum hætti með því að skila inn gögnum í skilagátt og stjórnar vatnamála og ástand vatnslota er reiknað út og birt í vatnavefsjá. Á bakvið þarna eru ákveðnar reiknireglur og formleg flokkun hefur ekki átt sér stað í raun og veru nema þessar niðurstöður séu þangað inn komnar. Umhverfis- og orkustofnun ber ábyrgð á því að rýna þessi gögn sem eru sett í skilagáttina og gæta því að þau séu rétt. Ekki er ætlast til þess að aðilar sem gerir áhrifamat vegna framkvæmda eða starfsemi staðfesti ástand vatnslota sem hluta af áhrifamati. Svo þetta er svona almenna reglan, en eftirfarandi þarf þó að hafa í huga. Í óflokkuðum vatnslotum þar sem álag til staðar þarf áhrifamat helst að vera það vel úr garði gert að það geti nýst við ástandsflokkun eða henni til stuðnings. Þannig að þetta er svona, hvað ég að segja, aukin sönnunarbyrði þegar vatnslotin eru óflokkuð. Ef fyrirséð er að sækja þurfum heimild til breytingar vatnslot, samkvæmt 8. grein, það sé raun og veru undan það frá umhverfismarkmiði, þá þarf oft að staðfesta ástand þar sem það skiptir máli í hvaða ástandi vatnslotur mun fara við breytinguna. Til dæmis fer það úr mjög góðu ástandi í gott eða úr mjög góðu ástandi í ekki viðunandi eða slakara. Og þá þarf að vita í raun og veru byrjunapunktin. Þannig það er svona undanþágur aðeins á þessu. Önnur spurning, ef augljóst er að flokkun vatnslots sé röng, til dæmis ekki tekið tillit til núverandi mannvirkja eða starfsemi, hver ber ábyrgðina því að bregðast við? Þá myndum við í raun og veru segja að hafa samband við umhverfis- og orkustofnun sem tekur máli þá til skoðunar. Við myndum einmitt gjarnan vilja vita því ef að þið hafið upplýsingar um þetta. Og almennt bara upplýsingar álag og fleira, þetta er allt saman eitthvað sem við myndum vilja fá upplýsingar ef þið hafið slíkt. Almennt leyfisveitingar og spurningar tengdar því, hvaða stjórnvöld taka afstöðu til áhrifamats. Það er leyfisveitandi sem getur verið mismunandi stjórnvöld. Hann tekur endalega afstöðu en aðrir aðilar geta þó tekið afstöðu óbeint með umsögnum eins og þið þekkið og í tilfelli heimild til breytinga vatnslot, samkvæmt 18. grein, er það umhverfis- og orkustofnun sem tekur þá afstöðu. Þarf að skilin áhrifamati með til dæmis byggingarleyfi. Þar er svari bara að ef framkvæmd hefur áhrif á vatnslot þá þarf að gera áhrifamat. Og það geta alveg verið einhvers konar byggingar sem hafa áhrif á vatnslot og ég hef alveg dæmi það. Þannig að já, ef það eru áhrif til staðar þá þarf að senda inn áhrifamat fyrir það. Hvenær þarf að skilin uppfærið áhrifamati, hver ákveður slíkt og hvernig á að kynna það fyrir almenningi? Leyfisveitandi að hann getur krafist uppfærslu á áhrifamati, til dæmis ef matið er ekki nægilega vel gert eða á einhvern hátt óljóst og uppfært mat ætti að fylgja með auglýstu leyfi. Aðeins þessi tengsl milli áhrifamats og mat á umhverfisáhrifum að við þetta til dæmis er tekið beint úr leiðbeiningaskjali 36 og við erum heppin að því leyti til að í þessu máli að við erum ekki með Habitats Directive. Þessi mynd sem ég er að fara að sýna ykkur er inn í þessu skjali og það er þá 3. tilskipunin sett inn svona til þess að
auðvelda mönnum lífi þar erlendis allavega, en við erum heppin með það að við þurfum ekki að horfa á það allavega. En þarna einhvers konar fyrirhuguð framkvæmd eða starfsemi sem verið að fara í og það þarf þá að skoða þessa starfsemi út frá báðum þessum lagarömmum. Og síðan þarna á vinstri hliðin þá einhvers konar tímaás. En að því sögðu að þá í raun og veru það sem gerist í einu bóksinu ekki endilega tengt það sem gerist í hinu bóksinu. En þetta eru svona ákveðna vörður á leiðinni. Þannig að bóksið vinstra megin lög um stjórn vatnamála og hægra megin þá lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Nú samkvæmt lögum um stjórn vatnamála þá þarf að fara í gang þessi skimun og spyrja hvort að framkvæmd eða starfsemi geti haft bein eða óbein áhrif á vatnslot og gæði þetta til ástandsflokkunar. Nú ef það nei, eins og ég sagði áðan, þá það tekið til úrvinnslu og skjölun eða skráning og niðurstaða til leyfisveitanda varðandi það og hægt að fara í leyfisveitingu. Nú hinum megin hjá lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana þá þarf að gera þessa skimun á framkvæmd samkvæmt 1. viðauka. Og þar auðvitað verið að skima til því hvort að framkvæmdin þurfi fara í mat á umhverfisáhrifum. Nú það ekki allar framkvæmdir sem að fara í mat á umhverfisáhrifum, þannig að það skiptast í þessa hópa en það hefur í raun og veru ekki áhrif á það sem gerist hinum megin í lögum stjórn vatnamála, af því að þar spurningin bara hefur það áhrif á umhverfismarkmiðin og framkvæmdin að stærð hennar skiptir í raun og veru ekki máli. Það þarf að meta umfangið og samkvæmt lögum um stjórn vatnamála að það þarf að svara þeirri spurningu hvaða upplýsingar þarf að safna til að meta áhrif framkvæmdar að starfsemi á þessa gæðaþætti. Nú, það það sama í raun og veru hinum megin, það þarf að skoða hvaða umhverfisgagna krafist fyrir umhverfismatið. En þarna á þessum stað tengjast þessar tvær tilskipanir á þverti yfir að það getur verið ákveðin sameiginleg eða samhæfð söfnun gagna. Og þetta svolítið kannski það sem við erum að upplifa þá núna hjá okkur að það þessi samræming sem spurningarnar eru aðalega tengdar við þetta. Nú, í lögum um stjórn vatnamála að eftir þessa sameiginlegu eða samhæfðu söfnun gagna að þá þarf að svara þessari spurningu hvort að framkvæmdin getur valdið hnignun ástandi eða því umhverfismarkmið næst ekki. Þetta ekki endilega á sama tíma á báðum stöðum, það gefti því. En í lögum um umhverfismat framkvæmda áætlana þá auðvitað runnin skýrsla mat á umhverfisáhrifum fyrir þær framkvæmdir sem fari gegnum það ferli. Ef að framkvæmd hefur ekki áhrif á umhverfismarkmiðin þá hægt að gefa út leyfi, saman sýndi ykkur áðan og síðan eru það áhrifin út frá báðum lagarömmum í raun og veru metin og það getur þá komið til skoðunar hvort að það þurfi heimild til breytinga vatnslots ef að umhverfismarkmiðin nást ekki samkvæmt lögum um stjórn vatnamála. Og í lögum um umhverfismat framkvæmda áætlana þá það opinber kynning og ákvörðun í samræmi við lögin. Þannig að þau tengjast saman en eru samt alveg sitt hvort ferlið. Og þetta hefur alveg verið áskorun fyrir mörg aðildarríki í Evrópu að láta þetta allt virka saman og svo nættlega kemur viðskiptatilskipunin viðbótur hjá þeim og nýta. Nú spurningar mat á umhverfisáhrifum. Ef áhrifamat breytist að loknu umhverfismati eftir athugasemdir almennings þarf að auglýsa það aftur. Uppfært áhrifamat ætti að fylgja auglýsingu á leyfi en gæti þarf vel að því að ef uppfærsla áhrifamatsins leiðir til heimildar til breytinga vatnslots þá þarf að passa vel að auglýsa áform heimildina ásamt fylgigögnum áður en ákvörðun tekin. Nú, hvernig á að kynna áhrifamatar sem flokkast sem B-framkvæmdir, tilkynningarskyldar, þar sem að fyrirspurnin fari í lokað umsagnarferli með lögbundinna umsagnaraðila. Nú, það þessi undirliggjandi regla að gefa almenningi kost á að koma að sínum sjónarmiðum varðandi ákvarðanir sem að hafa áhrif á vatn en slík regla hvergi skrifuð inn í lögin. Eins og segi, það margt í þessu sem regluverkið á jafnvel eftir að svona ná í skottið á sér með. Nú, aðeins heimildi breytinga vatnslots 18. greinina sem að svona kannski betra að kalla eins konar undanþága frá umhverfismarkmið á líklega betur við.
En það þetta ef að niðurstaða áhrifamat sýnir að umhverfismarkmið vatnslots næst ekki, að þá getur komið þá til skoðunar hvort það sé hægt að veita þessa undanþágu frá umhverfismarkmiði. Þetta á einungis við ef nýjar breytingar að ræða sem hafa áhrif á vatnsformfræðilega eiginleika vatnslots. Það þarf að gera grein fyrir áhrifum á vistfræðilegt ástand og hér þarf auðvitað að gera ítarlegt áhrifamat og stundum þarf að vita hvert ástandið ef að til dæmis þetta staðar álag í vatnslotinu fyrir. Ein af þessum spurningum sem þarf að svara eða afla gagna að það þarf að hvaða raunhæfar mótvægisaðgerðir þarf að fara í til að draga úr skaðlegum áhrifum á ástand vatnslotsins eitt af því. En ég ætlaði bara að segja að þessi heimildabreytinga vatnslots að hún í raun og veru ekki hluti af áhrifamatinu en hún svona viðbótar vinnsla og þetta svo sem ekki í leiðbeiningunum eins og en við erum að vinna að leiðbeiningum af þessu. Hvernig þetta fer allt saman fram. En mér fannst viðeigandi að hafa glærurnar af því það voru spurningar tengdar þessu. Síðan þarf að svara þessu ástæða breytingana að þar varði brýna almannahagsmuni og eða ávinning fyrir heilsu og öryggi manna eða fyrir sjálfbæra þróun við þyngra en ávinningu fyrir umhverfið og samfélagið og umhverfismarkmið náist. Þetta í raun og veru bara beint úr lagagreininni. Síðan að tilgangi framkvæmd eða athafna sem leiða til breytinga á vatnsloti verði ekki vegna tæknilegra erfiðleika eða óhóflegs kostnaðar náð með öðrum eða umtalsvert umhverfisvænni valkosti. Þannig að þetta þarf alltaf að vera til staðar og síðan má segja bara að matið þarf að fara fram í raun og veru ad hoc og eins og segi það verið að vinna að leiðbeiningum varðandi þessa heimild. Spurningar sem komu varðandi þetta, eðlilega, þetta náttúrulega svona eitthvað sem mikið verið að hugsa núna. Það þessi spurningar hægt að uppfæra áhrifamat, til dæmis í tengslum virkjanir þegar hönnun enn í vinnslu, en fyrir liggur að sækja þurfi breytingu, heimildabreytingu vatnslots þá. Svarið var hér, já, áhrifamat ætti alltaf að vera hægt að uppfæra til því sem hönnun virkjunar þróast, þarf þó að vera orðið fullunni þegar kemur að vinnslu við heimild. Gæti heimildabreytinga vatnslots legið fyrir áður en virkjanaleyfi gefið út? Nei, í raun og veru ekki. Eins og lögum um stjórn vatnamála var breytt í febrúar 2025 heimild til breytinga vatnslots hluti af ákvörðun stofnunarinnar veitingu virkjanaleyfis. Þannig að þessu í raun og veru svarað þar þegar kemur að virkjanaleyfi. Hvað flokkast sem almannaheill og hvernig það ákveðið? Þetta eins og hún benti á hún Lilja áðan og þá hefur EFTA fjallað hvað teljast almannahagsmunir, setti hlekkin þarna inn og þar í raun og veru þetta svona ákveðið hjálpargagn í því og einnig hægt að sjá umfjöllun í heimild umhverfis- og orkustofnunar varðandi Hvammsvirkjun. Hvernig ferill við umsókn heimildabreytinga vatnslots? Í raun og veru það núna þannig að það þarf að liggja fyrir ítarlegt áhrifamat, það þarf að fara í gegnum öll ákvæði 18. greinar og uppfylla tiltekna gagnaöflun þar að lútandi. Umhverfis- og orkustofnun tekur gögnin til skoðunar og matið gert ad hoc. Og í raun og veru alveg hægt að skoða vinnuna sem var gerð við Hvammsvirkjun, allt aðgengilegt á netinu og styðja sig við það hvernig það var gert. Æskilegt að vinna heimildabreytinga vatnslots samhliða áhrifamati eða áður en áhrifamat fullunnið? Svarið eiginlega bæði nei og já. Áhrifamatið á að svara þeirri spurningu hvort umhverfismarkmið næst eða ekki. Í eðli sínu á áhrifamatið að koma fyrst. En ef það þannig að það öllum ljóst að umhverfismarkmið næst ekki og nýjar breytingar að ræða sem hafa áhrif á vatnsformfræðilega eiginleika vatnslotsins, þá gæti gagnaöflun hafist fyrirfram eða samhliða. Það náttúrulega þannig að sumar framkvæmdir augljóslega að þurfa þessa heimild og það svona, þess vegna eins og segi, gott að byrja snemma í gerð áhrifamats. Þarf lítil framkvæmd einnig heimild til breytinga vatnslots? Já, ef umhverfismarkmið vatnslots nást ekki, þá þarf heimild til breytinga vatnslots.
Þannig að það bara meginreglan. Það ekki stærð framkvæmdanna heldur hvað að fara að gerast með umhverfismarkmiðin. Já, meira var það ekki frá mér.